Þú byrjar á því að hunsa og svo smánaru og svo útilokaru. Þetta virkar á alla eiginlega vegna þess að fólk hefur ekki tíma í að vera standi í svona vesenni. Sko, þegar þú ert búin að gera þetta við kallana, að láta þá verða allar svona tilfinningaríka og alveg með í þessu og þeir eru orðnir karlfeministar og þeir eru orðnir allir svona mjúkir. Það ekkert allar konur sem fíla þetta. Raunveruleikinn skiptir ekki máli, vísindi skiptir ekki máli, staðreyndir skipta ekkert svo miklu máli. Það skiptir máli hvernig þú túlkar það og þú getur túlkað þetta bara alveg eins og þér sýnist og þú getur bara búið til eitthvað svona annað fólk sem að ég myndi segja að væri ekki eitthvað sem við ættum að vera að hampa í samfélaginu. Hvar fullorðna fólki? Af því að allir eru farin að haga sig bara eins og smákrakkar. Á netinu, þú veist, öskrandi á þennan, þú ert ljótu kallinn, þú ert þessi, þú veist, þetta bara eins og í sandkassa. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér allt, að þá þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Jóhanna Jakobsdóttir, skjalaþýðandi. Já. Það mjög svona, hvað var að segja, hljómar eins og það sé mikilvægt starf. Já, eða sko, ég náttúrulega löggiltur skjalaþýðandi, það ennþá meira fancy. Fancy var orðið sem ég já, sagði mikilvægt. það ekki? Jú, fancy var orðið. Já, en ég vinn nú samt mest bara við svona venjulega þýðingar, en það gott að hafa þetta. Já, hérna, þú ert búin að koma þér í klandur hjá fólkinu sem gott á alla kanta. Já. Hérna, þú skrifaði grein sem að mjög margir lásu og ég þar með talinn, sem að hét einfaldlega Þeir vökulu og tungumáli sem stjórntæki. Yes. Og þar varst þú að fjalla hérna woke fyrirbærið og að leggja orð í belg. Grein sem kom út, 8. júní, við erum að tala saman núna hérna 23. júní. Hérna, byrjum bara, ákveðu ákvaðast að skrifa þessa grein? Sko, ég var bara orðin eitthvað hálfþreytt á umræðinni. Mér fannst sko, þú veist, mér fyndið að enginn kannaðist við hvað woke væri og svo var ég bara, svo fegin þegar Sólveig Anna tók bombuna og þá hugsaði bara, ok, ég bara verð að skrifa eitthvað, því að fólk var ennþá og náttúrulega bara að segja, já, þetta bara svona og þetta ekki þetta og þetta að vera næs og þetta eitthvað blökku fólk og hér og þar og eitthvað og ég bara skildi ekki hvað við vorum komið stutt, af því að það búið að vera fjallum þetta erlendis bara mjög lengi. Og allt annan hátt og það engin, svo ég viti til sérstaklega að tala þennan vinkil sem að þetta þá góða fólk, ef við viljum kalla það, var að tala Þannig að þá bara skrifaði þessa grein en ég var með hana bara, þú veist, í tölvunni, bara á ég að þora. En ég skrifaði hana samt, þú veist, þetta var páskana sem ég skrifaði hana og svo bara hékk ég á hana einhvern veginn. En ég skrifaði hana samt á ákveðin hátt. Þú veist, ég skrifaði hana þannig að ég vildi ná til svona ákveðins hóps sem að, þannig hafði hana dálítið þunga og ég fekk nú skömm í hattinn fyrir það frá mörgum og margir sem var of löng og óskiljanleg en svo voru aðrir sem sögðu hún var ekki nógu ítaleg og þannig að þetta var það ekki bara einhver millivegur sem að þú nákvæmlega hittir á nákvæmlega Já, ég veit það ekki, en auðvitað náttúrulega í einni grein sem að maður sendir á Vísi að þá ekki hægt að fjalla þetta málefni, þú veist, að fullu af því að eins og þú náttúrulega veist þá þetta risastór bara þáttur í okkur samfélagi og margir angar og eins og ég segi í greinni, þetta svona marghöfða skrímsli sem að tegir sig út allt og já, þannig að ég bara ákvað að byrja einhvers staðar og var bara svona að vonast til þess að eiginlega var ég að vonast til að því ég var náttúrulega bara skítrædd var ég að vonast til að þetta myndi bara svona einhvern veginn og enginn tæki eftir þessu en það var nú ekki þannig. Nei, það var ekki þannig. Það var það fóru mikil svona, hvað ég var að segja orðaskeiti sem að
fylgdi í kjölfarið á milli ýmissa svona mikilvægra aðila eins og Já, Egils Helgasonar og Jakob Bjarnar vakti líka athygli á þessu og fleiri. En það sem að mér hefur náttúrulega eins og þú kannski veist, þá Já. er ég búinn að vera mjög mikið að pæla í þessum málum Mhm. og hef svona verið að reyna að vekja athygli á keimlíkum þáttum sem að þú ert búinn að vera að nefna í þessari grein. Þú talar afbyggingu tungumálsins, stjórnlyndisleg valdboðun, frelsi til að tjá óvinsælar skoðanir. Og kannski, Nákvæmlega. svo við kannski bara byrjum á þeim þætti, frelsi til að tjá óvinsælar skoðanir. Það hefur verið, sko eins og ég hef alltaf hort á þetta undanfarin, ég er örugglega búinn að vera að berjast í þessu allavega í svona sem 2012 en svona aðalega frá 2015. Þú er bara verið einna fyrstu allavega hér á landi. Það held ég að sé alveg, Já, ég einhvern veginn, sko, örugglega bara út af þeim bókmyndum sem að mér finnst vera skemmtileg, að þá finnst mér, sko, wokeið að stórum hluta vera alveg fyrirsjáanlegt. Mér finnst mér mjög augljóst hvað er að gerast. Þetta er ekkert að gerast í fyrsta skipti, þetta er ákveðin réttrúnar. Jakob Bjarnar, já, hefur- hann hefur verið öflugur. hann hefur verið mjög öflugur og hann í rauninni aðstoðaði mig persónulega mjög mikið við að svona varpa betra ljósi á mínar eigin skoðanir í þessu. Já, Eins og hann nefndi, sko, að þetta snerist ekkit endiláta því að ég var mikill vinstri maður á þessum tíma og þetta var það sem að mér þótti vera virkilega pirrandi út af því að það var að hafa svo vond áhrif á málstað vinstri manna. Já, ég var líka, ég er alveg uppi bara svona alveg harðri vinstri fjölskyldu og hef alltaf verið alltaf svona höll undir þá hugmyndafræði og Já. Þannig að fyrir mig líka að sjá einhvern veginn hvernig vinstri svona fjarlægist svona raunveruleikan, það eiginlega bara finnst mér sárt, sko, þú veist, mér finnst það mjög einhvern veginn bjagað og já, þannig að ég tengi við það, ég var líka á vinstri hliðinni, sko, Já, back in the day, sko. en Jakob Bjarnar einmitt nefndi það, sko, þetta væri ekki endilega vinstri hægri, sko. Mér finnst við alveg vera að sjá að núna allir minnst talað í svona breskri umræðu og amerískri umræðu woke right. Já, það er alveg til, það Sem að fyrirbæri. er að einhvern veginn sístækkandi, sko, sérstaklega með svona Trumpistunum Já, sérstaklega. hann er hluti af makarhefingunni. Já, Já, Og- ég fylgst með því. akkurat. Og það sem er náttúrulega aðal þátturinn í því er að sko kveða í kútinn óvinsælar skoðanir Nákvæmlega. og Og endurskrifa söguna svolítið. endurskrifa söguna, ekki spurning. Það er mjög ábyrrandi í þessu. Stór- Beggja vegna, sko, vinstri hægri. Já, mjög stór þáttur í Já. þessu. En það sem að ég hef alltaf sko sagt er einhvern veginn að sko wokeið er svolítið bara farartæki til þess að mála þið upp sem góða manneskju. Já, mér finnst það svolítið áhugavert þegar þú komst með þessa pælingu. Ég hlustaði á að segja þetta einhvern tímann. Og það því að sko eins og ég var að í bítinu fyrir hvað alltaf sé ekki kom mánuður síðan, rétt rúmur kannski, með Örnu Magneu Danks og þar var ég með að segja að það að vera vökull eða wokeið eða hvað sem við viljum kalla þetta réttrúnaðurinn var í rauninni bara óbylgirni gagvart andstæðum sjónarmiðum. Og þá var strax farið í það, já, þú ert sem sagt ánæður með nauðganir. Já, þetta er óbáðlegt og óþólandi og það sem mig langar að segja með þetta er bara barnalegt og mér finnst barnaskapur einkenna alla þessa hugmyndafræði, þú veist. Það er, þú veist, raunveruleikinn skiptir ekki máli, vísindi skiptir ekki máli, staðreyndir skipta ekki svo miklu máli, það skiptir máli hvernig þú túlkar það og þú getur túlkað þetta bara alveg eins og þér sýnist og þú getur bara búið til eitthvað svona annað fólk sem að ég myndi segja að væri ekki eitthvað sem við ættum að vera að hampa í samfélaginu, að maður sé að sko ljúga upp á fólk eða gera því upp skoðanir eða þú veist, og allt þetta, eins og þetta sko, þú veist, ég hlusta á þetta viðtal og ég með hjó sérstaklega eftir þessu, þetta var mjög sko barnalegt, skulle ég segja. Já, þetta er náttúrulega líka sko, þetta byggir á ákveðinni, þetta er sem að Teitur Atlason á með mér hún var að ræða útlendingamál með annars, sem eru orðin mikilvægast að breyta í evrópskum stjórnmálum allstaðar, en einhvern veginn þá teljum við það að einhvers konar feimni eins og var þar í flestum löndum sé einhvern veginn farsæl lausn á að takast á við þann vanda, að þá er það mjög skammgóður vermir. En hann kom með þetta líka sko með letina. Þetta er ákveðið sko angi þess að þú ert að reyna að hylja í þið framtaksleysi. Tekur til dæmis eftir í það þegar þú hlustar á fólk sem að segist vera í rosalega mikilli baráttu sko,
hann aðalega að berjast gegn því að aðrir fá að tjá sig nokkur skapaðan hlut, að þá alltaf að segja sko, það svo rosalega mikið álag á þeim, það svo erfitt að vera í baráttunni, þetta svo rosalega erfitt og svo mikið að gera og ég oftast ekki að gera raskat annað en að tuða á netinu og það þessi aktivismi þeirra. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, þetta yfirborðskennt. Ég sammála, þú veist, að mörgu leyti þetta mjög yfirborðskennt af því að hvernig ætlar að breyta heiminum á netinu? Jú, þú getur breytt honum með því að þagga niður allar aðra skoðanir. Þú veist, það í raun og veru helsta breytingin sem þú gerir. Þú veist ekki að hjálpa, held ég, mörgum sko. Þú veist í raun og veru bara að einhvern veginn að eins og ég segi í greininni, þetta er svona top down, þetta fer ofanfrá og niður, ekki öfugt og slíkar hreyfingar það get ekki enda vel og það mun allt fara í vitleysu. Það er bara í raun og veru svona það sem ég finnst vera bara svona heilbrigð skynsemi og bara svona að draga eðlilegar ályktanir af því sem er að gerast sko. Já, ég get tekið undir þetta. Mér langar aðeins að tala svona praktískt eðli sem að þú einmitt nefnir aðeins líka sko, sérstaklega og nefnir hana feminismann og svona feminísk fræði og afbyggingu tungumálsins og það sem að ég hef svolítið verið umhugað sko að ég held að sko réttrúnaðurinn á Vókið sé búið að valda stórkostlegum skaða. Sammála. Við erum með fólk í stöðum þar sem þau eiga ekki að vera, þar sem við erum að einhvern veginn útluta mannafla á bjagaðan máta, þar sem að þeir sem eiga ekki skila að vera á ákveðnum stað eru á röngum stað og þeir sem ættu að vera á ákveðnum stað gætu verið að leysa verkefni sem við nauðsynlega þurfum á að halda, en nú erum við búin að bjaga þetta með því að búa til einhvern sko forréttindapíramíta þar sem að þú ert orðin eitthvað sjálfstætt algebrudæmi það hversu valdeflaður þú er að vera undir þeim formerkjum, hvernig þú ert að litin, hvaða kyn þú er, hvaða kynhneigð, hvers konar lífsreynslu, þetta snýst alltaf lífsreynslu. Sjálfsupplifun. En sko, auðvitað náttúrulega kannski er þessi píramídi ekki orðin jafn áberandi hér, en við náttúrulega sjáum þetta alveg rosalega áberandi, þú veist, bæði vestanhafs og hann er kenndur hér, í grunnskólum og annar staðar. Í grunnskólum? Já, hann er notaður í grunnskólum og framhaldsskólum til þess að reyna að færa... Það gerir mig brjálega. Nei, þetta er bara, það var verið að tala um það að þetta væri þess að nota meðal hans í Borgó þar sem að Þorsteinn V. Einarsson er að kenna börnum sem að er einhverjum þykir eðlilegt en svo er náttúrulega Reykjavíkurborg líka með verkefni þar sem að þetta náttúrulega fór svolítið á flug. Ég man að ég vakti athygli á þessu á Twitter og voru fleiri sem að tóku þá eftir þessu þar sem ég var að birta, ég held að Snorri Másson hafi einmitt tekið þetta upp og fjalla um þetta í sínu þætti. Já, kannski sá ég þetta. En ég hef ekki séð þetta allavega frá mínum krökkum, en það er ekki kannski alveg markað. Nei, guðislof. En sko þetta er, en bara það að þetta einhvern veginn fer í farveg þeirra sem eru, já, í sérsett bara svona akademiska farvegin, án athugasemda, er sko svo stjörnugalið að það er bara eiginlega ekki hægt að lýsa því. Sko. Já, ég er nefnilega með samanlega því að sko, þú veist, hvernig gerast þessi hluti, þú veist, hvernig fara þessi píramítar og einhver svona hugmyndir sem eru svona, eins og ég segi náttúrulega í greinni, þú veist, þetta eru jaðarkenningar og þetta eru hugmyndir, þetta eru ákveðin tæki til að skoða heiminn og eitthvað svona, hvernig verður þetta eitthvað sem að bara á að nota í praxís, skiljur, mér finnst mjög áhugavert að bara, af því að síðan er alltaf verið að tala um núna þegar fólk segir að Vók sé að vera bara næs og að þeir sem er að segja eitthvað á móti þessu að þeir séu að flytja inn menningarstríð. Þú veist, þetta líka finnst mér alltaf skrítið vegna þess að hvaðan erum við að flytja inn þessa hugmyndafræði fyrir að fyrsta? Þú veist, auðvitað náttúrulega er þetta innflutt líka, þannig að við erum ekki að flytja inn eitt nýtt, við erum bara það nákvæmlega sama og gerist, bara annars staðar, sko. Þannig að þetta er ekki, það er svolítið skrítið að segja að við séum að flytja inn eitthvað, ég og þú og kannski einhverju fleiri, sko. Þú veist, þegar allt hitt er innflutt. Já, það er geggjaður punktur, þetta var alltaf
núna sko þegar að vókið einhvern veginn á afturlöpunum og allir eru byrjað að sjá í gegnum Já. þetta og þá er já, þeir eru að flytja inn menningarstríði frá Bandaríkjunum, ég eitthvað erum við að flytja Já, við flyttum akkurat. allar þessar dellu hugmyndir Já, og svo þegar einmitt. þær falla þar Já, Þá þá erum erum við að flytja þetta inn. nákvæmlega, Einmitt. en þá myndi ég samt telja að vera eðlilegt að þær myndi falla líka hér Nákvæmlega. en við ætlum að greinilega fara í þú veist, íslenska leiðin að einhvern veginn að einu mistökin, eina sem við lærum af mistökunum er að við lærum ekki af mistökum Einmitt, við ætlum að vera vókistan bara og meðan allir hinir eru komnir út. rífa sig í gang Já. ég já, þetta er sko út af því að þú nefnir líka þetta praktíska eðli, ég er nefnilega að vera að nota svona, því mér er mjög gaman að lesa svona leikjafræði sem hefur verið að gera með svona félagsleg vandamál það er miklu erfiðar að vera í einhverjum svona tölulegum greiningum í félagsvísindunum út af því að þau eru kannski aðeins minna áræðanleg heldur en bara eðlileg starffræði. Já, eiginlegar og meginlegar rannsóknir og allt þetta og þetta er, Já. einmitt. Eiginlega rannsóknir Já. með kynjafræðin að taka einhverja, þú veist hvað taka viðtöl við sko 8 vini sinna á Facebook og yfirfara þessar tölur yfir bara rannsóknir sína Einmitt. að konur upplifið þetta Þetta svona er alltaf mikið svona sumt sko allavega sem ég hef séð. Já. Þannig En ég hef sko verið að velta fyrir mér þetta, þú varst að tala um hvernig gerist þetta, hvernig fer þetta inn og ég hef myndi verið að svona hugsa svona ákveðna svona margföldunarleið þar sem maður hefur verið að sjá til mér hjá Reykjavíkurborg. Það var svona innri vefur á Workplace hjá Reykjavíkurborg og er ennþá. Það var rosalega mikið verið að birta einhvers konar svona greinar og eitthvað svona dót og eitthvað svona herferðir og eitthvað hannig og ég fór eitthvað að skoða þetta eitthvað tímann og þá alltaf verið að koma eitthvað svona bók, það var alltaf svona einn og einn sem að sagði svona, er þetta eðlilegt, það komið svona einhvers konar skota á þetta í svona léttu gríni og þá er alltaf svona einn manneskja sem að svona ráðast á þú veist það Algjörlega, já. og ég fór að hugsa sko að þegar maður sér þetta þá hugsa ég, ok, hvað ef við margföldum þetta yfir á svona 1000 svona, svo ég sletti interactions innan Reykjavíkurborgar í Borgartúni þú veist, það kemur einhver fjólublá skálaklipping og segir alltaf heyrðu, við erum að fara að gera þetta og þetta verður stemming og einu mann er ekki svona, þetta er svolítið klikka og þá, þú veist, hvað meinar þetta sé klikka? Þá er hún bara að passa upp á það og það mun enginn setja spurningamerki. Já, þetta virkar rosalega mikið svona og það er þessi hundsins mánun og útilokun þú veist, sem að er svona bara gegnum gangandi. Ferskur fiskur er fastur liður í matarvenjum Íslendinga og þegar veitingamenn bjóða upp á fiska þá þýðir ekkert að bjóða upp á annað en hið ferskasta og hið besta. Fiskhúsi.is býður upp á ferskasta fiskinn, framúrskarandi úrval og að sjálfsögðu afburða þjónustu. Hvort sem það er fyrir veitingahúsið, hótelið, mötunið eða hvað annað, sama hvar þú ert á landinu, þá ferðu inn á fiskhúsið.is og heyrir í strákunum. Þú veist, þú byrjar á því að hunsa og svo smánaru og svo útilokaru. Skilur, þú veist, þetta virkar á alla eiginlega vegna þess að fólk hefur bara ekki tíma í að vera standi í svona vesenni sko. Að fólk sé að koma svona fram með mann sko. Þú veist, fólk hefur bara annað að gera og hefur bara fullt annað að gera og nennir þess ekki. Nei, þá langum við að tala um það sem er eitt af svona mínu uppáhaldi sem er svona afbygging tungumálsins. Já, og nú vinnur við með texta. Já. Er það ástæðan fyrir því að þú svona tekur þetta sérstaklega tíðin? Sko, það eru, þú veist, það er þetta, sko, fyrst byrjaði þetta náttúrulega sem eitthvað svona PC, þú veist, þú manst eftir því þegar það var eitthvað, já, þetta er non-PC, þetta var svona smá svona, við skulum segja þetta svona, við skulum ekki segja þetta svona og allt þetta, og var þetta mildara, svo bara hefur þetta einhvern veginn bara, þú veist, þrengt að manni bara eins og, sko, maður sé bara í púpu, sko, þú veist, mér finnst þetta alltaf vera verra og verra og mér finnst þetta koma, sko, líka fram í því bara að maður fór að vera eitthvað hræddur á því, ég var svona, þú veist, svolítið grínari, sko, og fannst gaman að vera að setja eitthvað fyndið á Facebook og svona, og svo bara allt í hennu fann ég að, þetta getur nú eitthvað miskilist, en er þetta móðgandi fyrir þennan eða hinn eða... Var þetta á sjálfsritskoðun? Já, að því ég bara, þannig að þá fann ég bara hvað þetta var að fara að hefta bara svona eðlilega sköpunargleði, sko. En já, það er rétt, þetta tungumáli er mér mjög kært og ég er náttúrulega bara, eins og ég hef sagt áður, þú veist, ég vil ekki láta að segja mig hvernig ég á að tala eða hvernig ég á að hugsa og það er bara upplifun sem ég fæ. Það er að segja þér, þú ert að hugsa svona, þú ert að skrifa þetta svona, þú ert að vera með í þessu liði, annars ertu vond eða eitthvað ekki með á nótunum eða... Dreifa hatursáróðum. Já, eða bara
hefur enga samúð, þú veist, þetta allt eitthvað svona, þú veist, sem að náttúrulega bara algjörlega fáránlegt, því að ég alveg ótrúlega svona einhvern veginn, já, ætlum að ekki segja mikið góð, en þú veist, ég meina, ég það, sko, ég rosalega, bara svona blíð og góð, sko, yfirleitt, þannig að þetta mér finnst þetta rosalega óþægilegt. Fannst þér óþægilegt þegar að þessi svona síðasta guðsann, og það núna, þú ert tala þú veist, þér fannst þetta óþægilegt þegar þú varst á Facebook, já, varst að tala já, nei, þú fannst svona aðeins að hefta þig. Já, og svo fór ég skrifa kynhlutlausa málið, bara, ég sagði bara, því að mér fannst ég bara þurfa að gera grein fyrir máli mínu, af því að ég sem þýðandi, þá ég að kynhlutlausa mál alveg bara villi vekk og allt lagi og fínt og þú veist, það ekki gaman og mér finnst textin verri og allt svoleiðis, en ég geri það auðvitað bara ef það það sem fólk vil. En ég ætla ekki að tala svona, þú veist, bara gleymi hugmyndinu og mér fannst ég þurfa einhvern veginn að bara setja út bara einhverju yfirlýsingu, bara ég ætla ekki að tala svona og ég ætla bara að segja maður og þegar ég segja allir þá meina ég bara allir alveg sem að hvernig þú skilgreinir þig eða hvort þú veist kona eða kall eða hvað og ég bara ætla bara að tala svona. Og þá voru ekki öll ánægð með það? Já, ég fekk reynda rosalega góð viðbröð við þessu, þú veist, ég fekk mjög góð viðbröð en það voru samt fólk sem að vildi vera að segja mér af hverju ég ætti samt að gera það, skilur þú veist, af hverju ég hefði ekki skilning kannski á öllum þessum hópum og allt þetta og þetta væri rosalega gott og þetta væri gaman og allt svoleiðis og fólk má alveg hafa gaman að þessu. En ég persónlega bara þoli ekki svona, þú veist, ég vissi ekki að það væri eitthvað svona uppreisnarsekur en bara þarna segi ég bara stopp. Og eftir ég gerði það, að þá leið mér rosalega vel og ég hef aldrei litið tilbaka, ég hef aldrei talað svona eftir þetta. Þannig að það var gott. Algjörlega og sko þetta náttúrulega þetta er náttúrulega líka einhverja leiti ósjálfbært kerfi. Algjörlega. Og ég hef nú sagt það lengi að við munum aldrei reikna okkur niður á fórnarkostnað þessara hryllilegu hugmyndafræði. En aftur á móti þá skuldum við líka framtíða kynslóðum að við mókum flórin út líka almennilega. Nákvæmlega og það nú eiginlega þess vegna sem ég að þessu vegna þess að ég bara horfi á, sko, þú veist, ég á þrjá krakka sem eru bara sloppnir, held ég, þú veist, frá þessu, þú veist, og en ég á 1 4 ára og ég bara, þú veist, ég er líka bara að hugsa hann. Já. Að þú veist, að og öll önnur börn náttúrulega bara og þessa kynslóða því að þetta bómullar uppeldi og allt þetta þú veist, skilur hvað við þetta er ekkert að hjálpa. Nei. Og þetta er í raun og veru bara sama og við erum að gera við fullorðið fólk í dag, þú veist, mér finnst svolítið vanta bara svona, where are the grown-ups, sko, bara hvar er fullorðið fólki, af því að allir eru farin að haga sér bara eins og smákrakkar, á netinu, þú veist, öskrand á þennan, þú ert ljótu kallinn, þú ert þessi, þú veist, þetta er bara eins og í sandkassa, þú veist, og engi segir stopp. Nei, þetta geggjaði punktur, sko, ég hef ekki pælt í þessu, en ég held að samfélagsmiðlar náttúrulega þeir auðvitað hafa magnað þetta upp og auðvitað kannski hann er líka búin að gera okkur all bara geðveik pínu geðbilið, já, ég held það. Mér finnst bara eins og, sko, nú er ég að fara að leiðilegu við einhverja en bara eins og fólk sem er að moka myndum af börnunum sínum á netið. Ég hef svo mikið að vera að pæla í þessu, ég veit ekki hvort að þú gerir það. Ég hef gert mjög mikið að því, en ég er farin að minnka aðeins, sko. Já, sko, ég núna allir er komið inn í kerfið að meta sig að fara að nota myndgögn meðal annars til þess að greina og þróa og búa til betri reiknilíkan fyrir sitt kerfi. Og ég fór að hugsa bara, þú veist, ok, hvað ef að ákveðin stærð eða lögun eyrnasnepla gefur svona ákveðina vísbendingu mögulegt Parkinsons seinna á ævinni. Já, einmitt. Og ég hef svo mikið að vera að pæla í þessu, út frá þessu, að bara fólk er að búa til svo mikið af gögnum fyrir alls konar fyrirtæki og ég alltaf hugsa bara, hvað, þú veist, Facebook hefur enga hagsmuna að láta þig vita þessu. Nei, ég breytti nú einhverju stillingu þarna, ég veit ekki hvort það gerir nokkuð skapaðan hlut, sko. Nei, ég einhvern veginn hef efasemdir það, sko. Já. En ég, út af því að náttúrulega þó svo að þeir séu kannski ekki endilega að fara að nota sem gagnrýninguna, þá náttúrulega alltaf hægt að sækja þína myndir. Já, þetta er alveg mjög svona skeri tilhugsun, sko. Já, og ég einhvern veginn bara, mér finnst við öll vera orðin líka ótrúlega narsissísk
og ég veit alveg, þú veist, og örgulega er hérna hámark narsisismans að vera með podcast og gera ráð fyrir því að allir vilja hlusta á það sem þú ert að segja en við veist bara, Ég held samt ekki, taka sko. mynd af sko matniðinum til að Já. gera ráð fyrir því að einhver sé að fara að bera hag af því að sjá hvað þú ert að borða eða hafa áhuga á því sko. Er ekki flestir hættir því eða? Ég Ég veit sé það þetta ekki, alveg ég er ennþá, sko. aldrei á Insta. Þegar fólk grillar og tekur alltaf mynd á Instagram algjörlega Já, guður ég nenni ekki að lengur að vera á Instagram sko, ég bara fyrir valla þangað inn en ég er á Facebook, ég var mjög duglega á Facebook og alltaf að reyna að vera fyndin en svo bara fór ég að vera hrædd við að vera fyndin af því að kannski myndi ég móðga einhver. En þetta er svona svo stór þáttur í þessu eins og Já. þú varst að nefna sko, þetta er sko samfélagsmiðlunir eru gríðarlega stór þáttur í þessu út af því Já. að aðgengi að því að geta smánað er orðið svo miklu meira og þá ertu náttúrulega komin með líka út af því að alltaf tala um svona ritstjórnastefnu hjá hérna fjölmiðlum og þannig þannig ertu komin með svona ófilteraðan svo ég fá að sletta ósíaðan aðgang að því að geta smánað fólk bara endalust Já, og eins og þú veist sjá sko ástæðan fyrir líka ég tala alltaf um að réttrúnarinn hafi verið slæmur fyrir samfélagi heild það er líka mjög slæmur fyrir baráttur að Menna, sjálfsögðu. eins og með Me Too mann þegar Me Too byrjaði þá var ég já, eitthvað ég har ágættis punktar þannig með það hvernig við komum fram við hérna, eða kynin komum fram við hvort annað kannski, já, eitthvað annað til aðtöga svo fórum maður einhverjum kindilberar að búa sér til hagnað af þessu, hlöpum með kindilin út í raskat og enginn vildi við fylgja og við erum á nákvæmlega sama stað og vorum fyrir einhverjum áratugum sko. Nákvæmlega, og ég held það sé líka oft þannig að það kannski er einmitt ekki að veljast kannski alveg bestu fulltrúarnir í toppana á þessum baráttum sko, sem að eru samt sko bara marga hverjar góður ekki held að verða sko, en þú veist það kannski, það er svona fallat alltaf sjálfa sig sko þegar þetta gengur líka svona langt og narsisismi er náttúrulega orðin mjög áberandi og svona alls konar hérna, já það er kannski ekki fara út í það en þú veist það er í þessu öllu, í þessum keppnum í lækum og hjörtum og öllu þetta er orðið mjög svona Já, ég reyndar að held að allt sé orðið algengara já, og það því okkur bara einmitt. líður þannig eins og Já, ofbeldi hefur til dæmis verið að minka eitthvað örugglega aukist í kjölfar þess að við setjum fólk í 2 ára stofangilsi en að því undanskildu þá hefur sko ofbeldi verið að minka mjög mikið en tilfinningin okkar af því að ofbeldi hafi aukist er mjög mikil og það við sjáum svo mikið að við sjáum Já. svo mikið að hræðilegum hlutum við erum fréttir er ekki bara klukkan 7 eða í hádeginu, Nei, það eru nema bara að allan meta daginn bara alveg hérna, já ég held í raun og veru það er náttúrulega mjög slæmt ef að fólk heldur að heiminu sé að farast og hann sé verri heldur en hann hefur nokkur sinni verið vegna þess að en við erum svolítið að kenna börnunum okkar að hann sé að farast já, ekki ég er bara þetta verður allt í lagi þetta er svona bara það sem ég geri í uppeldinu, nei ég meina mér finnst margt það breyst í sko svona eins og uppeldi barna síðustu svona 10 árin að það sem ég er mest að gera í dag við börnum mín er að segja þetta verður allt í lagi, þú getur þetta hætt að væla, hætt að hugsa þetta það er allt í lagi með þig áfram, þú veist þetta er það sem ég þarf alltaf að gera á móti sko af því mér finnst orðið svolítið svona allt lint alls þar, skilur þú veist, þannig að hérna að ég held að það sé vantið alltaf svona aðeins meira hörku í bara þetta, þú veist, að því við verðum að geta búið börnin okkur undir lífið og þau með ekki móðgast yfir hverjum einasta hlut og með ekki, svo þau verða að mynda sér skráp til þess að geta bara höndla lífið, sko. Og við erum rosalega mikið að sjá bara að það er verið að sko gera svo mikið úr öllu, veist, og ég held að þetta sé mjög mikið vandamál og það er eins bara, hérna, og ef við sem fullorðið fólk getum ekki haga okkur sæmilega og erum bara að bölsótast út í fólk hinga og þanga fyrir að vera með einhverja aðra skoðun, bara við matborðið bara eitthvað svona, þetta er ekki gott, ég meina hvernig verða þau eiginlega? Já, móðgunargirnin náttúrulega í réttrúnaðinum er algjör grunnþáttur, grunnforsenda myndi ég alveg segja. Já. Og eins og þú ert að nefna sko að ef við förum að hafa það fyrir börnunum okkar að pabbi og mamma sé alltaf sárum móðguð fyrir hönd einhverja minnihluta hópa sko. Og
bara guð minn góður, hvernig verða þau sem úlingar sko, þegar að Einmitt. allir þessi hormónastarf sem er Já, komin í, nákvæmlega. þau falla alltaf í yfirliði eða lesa eitthvað á netinu sko. Já, þurfa trigger warnings áður en horfa á allt eða sjá allt Manstu, eitthvað. Já, ég ætla að skjóða henni út af því Já, mér langar að halda okkur ótrúlega mikið á þessum þætti, en ruglið sem að var í gangi, þú veist, bara trigger warning. já, það var mér að segja, ég var í svona, að því ég er svona bóka, kona, að ég var í einhver svona bóka grúppu á Facebook og og það var einhver alveg snar yfir því að það væri ekki, sem sagt, hefði ekki verið einhver trigger warnings á einhverju svona, einni af frægari bók Stephen King, að bara, það kom þarna eitthvað og þetta var alveg þvílíka runan og veist, ég bara, nei, veist, við verðum að geta, ef við getum ekki upplifa sko svona slæmartilfinningar eða séð eitthvað ljótt í bók, hvernig eigum við þá að höndla í lífinu sko, af því að, þú veist, bækur og skáldskapur eru tæki fyrir okkur til þess að sko, og fyrir börn til að sko upplifa erfiða tilfinningar, upplifa reiði, upplifa sorg, upplifa afbrýði, öfund, allt þetta, þú veist, þetta er tæki fyrir börn til að þróa með sér í öruggu, á að vera örugt umhverfi, þú veist, nú er alltaf að tala um safe space, en þetta er actually örugt umhverfi, að sko, að í raun og veru að læra inn á sjálfa sig og læra inn á hvernig heimurinn er í gegnum skáldskap, og ef við ætlum að fara að, þú veist, sóttreinsa hann allan eins og var náttúrulega á tímabili, þá var mér líka nóbóðið náttúrulega, þeir átt að fara, Já, þú veist, gott á munir þetta, ég múið gleyma þetta. Þú veist, þá var ég bara, nei, hættu nú, af því að, þú veist, ég get nú ekki kannski haft þetta eitthvað nákvæmlega eftir, en þegar ég var í fjölmiðlafræði í háskólanum, að þá ákveði taka fyrir ofbeldi að ég var í ofbeldi í barnabókmyndum, eða bara barnabókmyndir, og þá fór ég eitthvað að skoða einhver svona sálfræðirannsóknir í sambandi við þetta og það kemur bara ljósa að það er betra fyrir börn að upplifa ákveði, sko, að fá að heyra þessa hluti, skilur, að fá að heyra, þú veist hvernig gömlu ævintýrin eru, þetta er ekkert fallegt, sko, en þau læra að þessu, þú veist, þetta þroskar sálrænt, og við getum ekki bara tekið allt út og allir eru bara vinir, fyrir utan það að það er líka bara hundleiðilegt, það nennir enginn að hlusta á svona sögur, þú veist, að það er að vera eitthvað fútt í þessu, þú veist, skilur hvað ég er að fara? En svo ruslið sem að hvolpasveit er til dæmis, það sem að bara all bjargaráð er einhvern veginn ótrúlega aðgengileg og allt enda rosalega vel, ég leyfi ekki sinni mínum að horfa á þetta. Hvað er þinn gamall? Hann er 4 ára. Eins og minn nennir ekki að horfa á þetta. Þannig að ég bara glömum það, ekki það, ég bara hef einhvern veginn komist í gegnum það að alveg börn hérna í 21 ár og ég vil að sloppi við að horfa á allt barnaefni. Ég vil ekki sé neinar Disneymyndir og þú veist, ég er bara mjög fegin. Já, ég nefnilega sko, mér Disneymyndirnar að vera nefnilega ágættar sko, því að sérstaklega þær sem eru kemur út fyrir 2010 Já, sko. Algjörlega. Og svo tekur náttúrulega woke-reglið við sko, Já, og þá horfum maður ekki á snefnilega þessu. Nei. En ég mér finnst þetta svo góða punktur þetta, að Jonathan Haidt einmitt talar því Calling of the American Mind. Akkurat, já, hann líka. Já, akkurat. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pilsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pilsur sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pilsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun. Farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég veit ekki hvað þetta heitir á íslensku, einhver svona exposure therapy. Þar sem þú færið í rauninni einhver hluta af einhverju áreynslu og eða ágreining eða hvað sem það er. Einhver svona ágjöf. Já, einhver átök, hvort sem það er við mannesku eða sem það er við einhvern ákveðin hlut sem þykir erfitt. Að þá ertu miklu líklegri til þess að geta tekist á við aðstæður síðar meir sem hafa ekkert með svona hluti að gera. Það er að segja að þú ert miklu betri að takast á við aðstæður A þótt að hræðslæðin hafi verið að gera með B sko. Algjörlega, og það er einmitt þarna líka einn bók sem heitir Grit. Já, hvort þú lesið hana? Jú, ég hef ekki klárað hana. Nei, ég nefnilega byrjaði á henni en síðan er alveg satt, hundurinn minn át hana. Þannig, og ég er ekki djóka sko, ég ætlaði að lesa hana, ég var komin eitthvað inn í hana en þá var hundurinn minn, þannig að hvolpur og hann
stúta henni, þannig að ég ekki búin með hana en það mjög áhugaverðar pælingar með sko þessa þrautsegju af því að það það sem við þurfum þrautsegja í raun og veru hefur miklu meira með það að gera hversu langt hún í lífinu heldur en gáfur þannig að við þurfum að gera allt til þess að kenna börnunum þrautsegju og vókið ekki að gera það það í raun og veru bara algjörlega þverögt og þess vegna ég svona mótið þessu Ég bara hjartanlega sammála ég út af því ég að kenna íþróttagrein og nú ég örugglega að fara að hætta starfinu mínu út af því ég að segja frá þessu en ég var sem sagt með úlingana og ég meira að klökknaði við að segja þetta sko. Ég var næstu farin að grenja hann fyrir fram að þau en út af því að ég var við sem sagt á mót þar sem að úlingunum vann og hann hafði verið ótrúlega duglegur að mæta á morgunæfingar og ég alltaf hugsaði þetta þannig að ef að fólk að duglegt að mæta á morgunæfingar klukkan 6 á morgnana þá voru þau líklega að gera meira heldur en andstæðingurinn og ég sagði bara við þau og ég sagði að hann vann og það hann mætti á morgunæfingar og hann gerði það og svo vel og svo og ég sagði svo fór ég bara eitthvað að ranta alveg blaðlaust og ég var ekki að ákveða þetta að lífið væri bara svona þú verður bara að leggja inn meira heldur en aðrir og þá muntu ná árangri bara vinna að þínum markmiði svo koma alls konar stjórnmálamenn og munu segja að þeir þó þeir þekkið ekki þá elska þeir þig og að þeir munu koma til með að bjarga þér úr öllum þínum klípum og allt sem hefur gerað með þitt líf og ég sagði þau að ljúga þér þau að ljúga að þau sé að fara að bjarga þér og það eina manneskja sem að fara að bjarga þér þú sjálf og svo bara daginn eftir og bara kom fullt af krökkum á morgunæfingu auðvitað, þú veist sjálfsábyrgð bara gríðarlega mikilvæg og hún ekki í vókinu, þú veist það bara engin sjálfsábyrgð það engin sjálfsgagnrýni, það engin sjálfskoðun og þú veist ég hef nú bara oft haft uppáhald á því sko hver sína gæfu smiður sko og þú veist, mér finnst það bara þú veist, það kjarnar alltaf þetta sko en í vókinu þá erum við í raun og veru að reyna að vorkenna fólki til góður að verka skilur, þú veist það virkar ekki Ég segi alltaf að vorkenna fólki til velmegunar það sem líka bara og eins og segi, þetta góður að verka líka ég held að þetta sé letjandi hugmyndafræði á alla kanta og eitthvað sem byggir rosalega mikið eins og þú ert að segja sko á vorkun gagnvart öðrum og rosalega mikilvægur þáttur að þegar þú til dæmis að reyna aðstoða manneskju að ef þú hjálpar henni við öll sín verkefni að þá gerir hana ólíklegri til þess að geta tekist á við aðstæður síðan mér það að segja þegar þú ert allt í einu horfin ert að gera eitthvað annað og þú ert búin að vera rosalega mikið einhvern veginn hugsa að gera allt fyrir þessa mannesku þá þessi manneski ekki að fara að geta þetta Nei, ég meina allir sem eiga börn vita þetta þú veist að ef þú gerir allt fyrir barnið þetta það enda með að það algjörlega ósjálfbjarga þú veist, það bara þú veist, maður þarf virkilega, auðvitað það miklu auðveldar að grípa fram fyrir hendurnar og krökkum og auðvitað ég er ekki að segja að ég sé eitthvað fullkomin í þessu auðvitað ég það oft stundum með maður bara hvað ert að gera, ég skal bara gera þetta skilurðu, en þú veist en maður á að láta þau gera hlutina þó þau sé að gera það illa og þó maður sé bara, ok, þetta allt út allt og þetta, að það verður maður samt að gera maður græðir á því seinna þau náttúrulega munu fyrst og fremst græða á því sko. Að því að, þú veist Hvernig sér þetta fyrir? Því að, sko, viðbröðin núna til dæmis eftir viðtali sem ég fór í þannig með Örnu Magneu Dang sem ég var að nefna áðan þá fekk ég 2 skilaboð allavega frá manneskjum sem að mér þykir alla jafna frekar vænt þeirra skoðanir og þau sögðu bara, þú ert bara vond manneskja og ég vona að einhverju kringu eða þú veist, með ákveðni væntum þykju sko, sem náttúrulega svolítið grunnþáttur í bókinu sko, að þau eru ekki að þau eru ekki svona að ráðast á þig en þau eru svona, já, þú hefur rangt fyrir þér og ég ætla að beina þér á réttu brautina sem mér finnst eiginlega að vera verra En ég skil ekki alveg hvað það var í þessu viðtali sem að því ég hlustaði á þetta sem að gerði þig svona vondan sko. Ég finnst þú bara mjög kurteist, þú bara talaði fyrir þínu. Ég tala mjög beinskeytt samt sko. Ég skil alveg að fólk geti einhvern veginn sé fyrir sér einhvern veginn að það sem ég er að segja út af því að ég náttúrulega segja bara við manneskjuna sem hliðinum bara, það sem að þú ert að tala fyrir bara óbylgirning hvort öðrum skoðunum til þess að fela eigin leti. Já, það beinskeytt. Það kannski svolítið, ef þú sagðir það við hana. Já. Nei, ég sagði ekki við hana. Eigin leti. Já, de facto, út af því að það sem ég náttúrulega að segja hún að segjast vera woke og ég að segja að þeir sem að segjast vera woke eru bara latir. Já, ok. En ég meina, það er samt alveg sama. Ég meina,
þú veist, ég verð bara að þola það þó þú segir við mig, já, mér finnst þú bara að vera löt. Ég meina, ef ég veit að ég er ekki löt, af hverju þá móðgast ég ekki, skilur. Ef þetta er ekki eitthvað sem að, sko, maður móðgast náttúrulega, allavega ég móðgast ef ég veit að það er eitthvað sannleikskorn í því. Ef að ég veit að það er bara algjört kjaftaði, þá er ég bara, já, allt er lægi, þú veist. Alveg svo hann einhver sem að postaði risa mynda mér og með einhver svaka texta, einhver pírati og sagði, Jóhanna, þú ert bullari. Þú veist, ég bara... Hver var það? Einhver Atli Þór Fandal eða eitthvað, ég veit ekki, ég man ekki hvað hann. Já, ég er tím Atli, sko, hann er náttúrulega svolítið woke, sko. Já, og ég þekki ekki... Það sagði hann að þú væri bullari? Já, ég væri bullari og Fyrir þessa grein? Já. Þessa kjarnirtu og vel... Já, nei, þetta var bull. En þú veist, en ég verð bara að segja það að það hefur aldrei nokkuð mannskja sagt við mig að ég sé bullari eða veit ekki hvað ég er að tala eða sé heimsk. Þannig að, og ég veit ég er það ekki, ég veit hvað ég gerði til að skrifa þessa grein og ég veit að ég var búin að stúdera mjög lengi þessi mál, þannig að hann má alveg segja sér bullari. En þú veist, ég móðgast ekki yfir því. Ég meina, það er bara allt í lagi. Ég veit ég er það ekki. Vókið er náttúrulega líka samt ákveðin trúarsetning, sko, og eins og með aðrar trúarsetningar, sko, þá bogna þær ekki en þær geta brotnað. Og núna erum við að sjá, eins og ég var að segja áðan, þær eru, þú veist, hún er brotin. Það er augljóst að það er enginn sem tekur mark á svona gríðarlegri óbylgirni, þú ert vondur við þessa mannesku eins og þú ert múin að nefna. Það er enginn sem að tekur mark á einhverju sem að setur trigger warning á það sem að viðkomandi er að fara að segja. Þú einhvern veginn gerir sjálfa þig bara eða fyrirgerir réttiðinum til þess að þú verður tekinn alvarlega í kjölfarið. Ég heldur að það sé fullt af fólki sem er ennþá alveg þarna, sko, og vill fá þessi trigger warning, sko. Já, en sko, kannski ekki eins og ég og þú, sko, erum ekki að fara að taka mark á því. Nei, en sko ég held alveg að það séu jafn margir woke í dag og hafa voru fyrir örfáum árum eða örfáum misserum. En ég aftur á móti held að sko almenningur taki ekki þátt í. Það var náttúrulega langt mikilvægasti þátturinn, eins og þegar maður lesi hérna Václav Havel, Power of the Powerless. Það ég vil ekki lesa það. Nei, ég mæli eindri, hún er líka stutt og mjög góð. En það er einmitt nefnir hann, sko, að það snýst þetta í rauninni ekki svona kjarna, svona sovjíska kjarnan, sko, þetta snýst almenningin. Eða almenning fyrirgefðu. Og þegar að það er í rauninni komið, þá er hitt bara skiptir ekki máli. Það er engin forsvarsmaður woksins á til dæmis þingi. Bara það fólk er búið að gefast upp á þessu. En samt er, sko... Samt er allir ennþá þarna svona... Já, líka við hugsunum svona stríðis líkingu að þá er sko herinn komið langt inn fyrir viljunar, en þau eru samt ennþá í skotgröfunum, sko, að bíða eftir innrásinni, sko. Maður tekur alveg eftir því líka, en það tekur engin svona þessu woke-rugli alvarlega, sko. Þess vegna held ég líka að þín grein hafi náð svona svakalega mikil athygli út af því að þú varst að benda á eitthvað sem að var í rauninni eitthvað sem að held ég að langflestir voru komnir til með að vera sammála með, óháð því hvort þeir eru skammaði fyrir það ekki, sko. Já, ég líka náttúrulega skrifa hana þannig að ég var ekki að tala eitthvað einn anga, ég skrifa hana þannig að fólk að lesi út úr henni það sem það vildi, skilur. Þú veist, hún í raun og veru skrifið til að tryggjara vókið í hverjum og einum. Það var svona pointið með henni, sko. Þú veist, þannig að sumir, kannski sem að eru allir í þessu kynjamálum, þeir vera brjálaður út af því, en þeir sem eru allir í no borders eða eitthvað, þeir vera brjálaður út af því. En sjá hitt ekki, skilur. Þú veist, fólk sér það sem það vill. Það er svona, ég skrifa hana þannig, viljandi. Þú veist, til að tryggjara vókið hvað sem það er, skilur. Það er ótrúlega, það er vinkil sem ég hef ekki pælt, sem að sko samt rennir allir stóðum undir mína kenningu að þetta sé faratæki. Því að þetta er svo oft til dæmis að þau gerir sér ekki grein fyrir því að það sé verið að ráðast á hugmyndafræðin oft, sko, þegar maður gerir einhverja satiríska svona komment af þessu og svona hámarkar þeirra umræðu til dæmis þegar ég segi að þegar við erum að inngilda þá erum við að koma til móts við sjónar með þeirra sem að hinga að koma frá til dæmis með Austurlöndum og þá segi já, kannski góða punktur og kannski ættum við að vera að hugsa svona præt upp á nýtt eða klæðaburð kvenna. Því að við náttúrulega viljum ekki vera dónaleg gagnvart þessum sjónarmiðum og kannski er eitthvað sem við getum lært klæðaburð kvenna
sem að þeir eru að koma með Já, og sem þeirra getur verið hugmyndir. gaglegt fyrir okkur. Já, Einmitt. og þá skilur við náttúrulega að fatta þau hversu mikla þversögn eins og Sigmundur Davíð hefur nú sagt að Vóki sé þversagnakendur í eðlisínu líka Já, sko. það var náttúrulega þannig sem ég enda greinina. Já, Ég, af því að mér finnst svo mikla þversagnir, veist, af því í raun og veru er þetta svona, af því að þetta náttúrulega kemur ofanfrá, en þetta er svona yfirstjætta dekur, skilur við. Þetta bitnar alltaf, síðast, sko, fyrst og síðast á fólki sem getur ekki leyft sér að lifa í þessu, sko, í þessum hugmyndaheimi, sko. hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Þetta er hérna, já, þetta er eiginlega fallegur texti hérna til að lesa hann ekki upp. Það sem helst, og þetta er sérst vitnað í lokgreinarinnar, það sem helst situr eftir þegar orðargjálfrið er flysjað utan af hugmyndafræðinni er prinsipsleysi, óteljandi þversagnir, hræsni, yfirborðsmennska, verkstól, raunveruleika firring, barnaskapur og þegar verst lætur mannfyrirlitning og siðleysi. Allra grátlegast er þegar að hugmyndafræðin hefur spilað sig út að fullu í raunheimum verða fórnarlömb sem verst verða úti, þau sem minnst mega sínu samfélaginu. Þar sem óskapnaðurinn fullkaraður með stærstu þversögninni af þeim öllum. Já. Ég ætla að lesa það. Þar sem, þar með er óskapnaðurinn fullkaraður með stærstu þversögninni af þeim öllum. Já, þetta er einhvern veginn kjarnar þetta fullkomlega, sko. Þetta er þessar þversagna kendu hugmyndafræði og líka það sem heitir goal shifting á ensku, sem alltaf að breyta markmiðum. Já. Það færist alltaf lengra og lengra og lengra og það er með þess vegna sem ég einmitt tali, svo ég haldi áfram að vísi í blessugri, það er svona sem ég tala froskin í pottinu, sko. Þú veist, að þetta það er alltaf verið að færa þetta og þetta verður alltaf meira og meira einhvern veginn og þetta gerist hægt og rólega og síðan allt í einu er maður bara, þú veist, og það er óseint, skilur. Þá er þetta í raun og veru, þá er maður bara soðinn, þú veist. Já. Þannig að Hvernig sérðu fyrir þér framhaldið? Þú veist, hvað heldur að taka við? Mér finnst það reyndar vera alltaf áhugaverð spurning í dag. Núna þegar að enginn tekur svona hugmyndum það að þú sett bullari og eitthvað þannig, tekur þið enginn alvarlega? Já, ég veit það, ég var fullt af einhverjum vinnum mínum held ég sem leikur þetta. Að þú væri bullari? Ég held það, en sko ég get bara að segja það að ég ákvað að vera bara viljandi að vera ekki að elta uppi hverju voru að deila greinin eða hvað hver var að segja, sko. Þú veist, ég skoðaði kommentin hjá Jakobi Bjarnari og allt það sem kom þar frá þessum merkilegu mönnum, en síðan hugsaði bara whatever, sko, þú veist. Þannig ég veit í raun og vera ekkit hversu víða hann fór, sko. Já, þá langar mig að koma okkur í smá vandræði. Nú. Sem að er, sko, þáttur sem að við rættum örlítið áður en við byrjuðum, en höfum ekki rætt hingað til, sem að er, sko, hver segir hvað. Og það sem ég hef verið að nema aðeins í þessar umræðu er að, sko, sá hiti sem fólk fær fyrir það að skipta sér að þessar umræðu er mismikill eftir því hvaða kyn það er og líka kyn þáttur sem er kannski mikilvægir í svona bandarísku samhengi og bresku samhengi. Já. En það að þú sett kona að segja þetta er alvarlegra heldur en til dæmis að ég sem hvítur cis-heteronormatífur ófatlaður karlmaður myndi segja. Algjörlega, en ég er samt sko hvít cis-normatív ófötlu kona, þannig að ég er bara næst fyrir neðan þig. Mér er svo meðvirk að nota þessu hugtök. Já, ég er næst fyrir neðan þig, en það er alveg sama. Ég náttúrulega get verið kölluð Karen og einhver svona pearl clutching kona og ýmislegt, sko. Það er komin alls konar heiti fyrir fólk eins og mig. En já, það er sko, ég veit það ekki, kannski upplifi ég þetta svona bara, en mér heyrist að þú hafi séð þetta líka, það ekki? Að konur fá meira svona. Jú, það er eins og að séu sko, ekki með í liðinu, sko. Já, og ég heldur rosalega mikið byggt á einhverju svona hugmyndafræði rauðsokkana það, þetta fólk sem er núna að berjast í þessari baráttu
einhvern veginn af sama meiði og konur sem voru að berjast fyrir jöfnum kjörum árið 1960. Já, ég held sem bara rosalega slæmt að vera að setja allar baráttur bara og segja þessi baráttur eins og þessi baráttur og þessi baráttur síðan eins og þessi baráttur, af því þetta allt ólíka baráttur og en já, þú veist, ég veit það ekki, það náttúrulega þekkja það allar konur að í ákveðnu svona bara segjum kvenna vinnustöðum og kvenna hópum, saumaklúbum, þú veist, það bara miklu meira svona vesen, það miklu meira sko vesen ef þú ert ekki alveg með, skilur, ef þú ert ekki alveg með í grúpunni, sko. Og það bara, ég held að, og mér finnst þetta eitthvað sem við konur þurfum að skoða, en þess að við erum ofta að fara mjög mikla fjallabaksleiðir að því að sýna vanþóknun okkar, skilur. Nú útskýra þetta betur. Já, ég að segja að þá í staðin fyrir, og ég er að kenna dóttur minni þetta sem er 15 ára, af því að veist, þetta byrja snemma, þetta byrja bara 10 ára, að þá byrjar einhvern veginn þannig að einhver verður fúll út í einhvern eða ekki ánægð með eitthvað sem einhver að segja. Og í staðin fyrir að segja það beint við manneskjuna, þá farið hérna í næstu mannesku. Já, sko, hún var að þú veist eitthvað, og finnst þér þetta, hvað finnst þér þetta? Og þá hinn, jú, mér það alveg aðlegt. Og þá kemur þriðja, já, við bara, og þá þetta orðið eitthvað svona, og þetta verður einhver svona grúppur og miklu meira mál úr einhverju sem var kannski ekki svo mikið mál. Í staðin fyrir að vera bara hreinn og beinn, fara bara beint af manneskjunni, segja bara, heyrðu, þú veist, og bara hvert vandamálið og díla þannig við málin, af því að það miklu heilbrigðara. En þú veist, ég ekki að segja, ég sé alls saklaus að þessu, ég hef alveg þurft að feta mig í þessu líka, ég ekki fullkomin í þessu, en þetta eitthvað svona samskipta mynstur sem að eitra hjá konum. Og svona baknag og svona skot og eitthvað svona, þú veist, svona underhanded compliments og allt þetta, sko. Þetta vandamál og þú veist, ef við ætlum að tala eitthvað sem, þú veist, ef við ætlum alltaf að vera að tala að kallar sig með eitra kallmennsku sem ég bara gúttir ekki yfir höfuð, svona almennt sé, að þá þetta eitruð kvenmennska, skilur, þú veist, þetta ekki þannig að kalla sér vondir og konur sér góðar, heldur við bara mjög ólík og það gallar beggja vegna, sko, og það vantar bara í umræðuna, oft. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, mér finnst þetta mjög áhugavert og ég getur komið okkur í meiri vandræði. Þetta vandræði, ég meina? Já, það kannski þetta hluti að maður geinkeyptur ákveðinu svona skuggavóki það að maður þarf alltaf að tala og það ótrúlega fyndið, sko, þegar maður talar eitthvað eins og með konur, að sérstaklega í opinberu umræðu, að þá það já, hvíti kallmaðurinn að fara að segja okkur hvernig upplifun kvenna Svo talað sko, karlmenn á ótrúlega frjálslegan máta. Mjög. Og það hvernig þeim líður og hversu eitraðir þeir eru og hversu heimskir oft. Ég var að hlusta til dæmis á nýjasta þátt, 2 kallar, þar sem að Þorsteinn Vaff og Haukur Braga tala saman. Þetta eiginlega uppáhalds podcastið mitt. Já, hann er í texta. Prófarkalesari, já. En þar voru þeir að ræða einhver kallmaður að kaupa einhver stígvél eða eitthvað og þeir bara, þetta svo heimsk tegund maður, þetta svo heimsk tegund. Og ég svona, já, ég bara hjartanlega sammála að kallmenn alveg ómögulegir. En sko, þetta er einhvern veginn alveg ótrúlega þversagnakennt því að það er alltaf að tala já, konur að fara að koma til móts við kallana og konur alltaf að fara að útskýra tilfinningar og karlmenn þurfa einhvern veginn að vera einhvern veginn tengdari tilfinningunum sínum, samt sem áður einhvern veginn versnar og síversnar geðheilsa karlmanna. Já, en mér langar samt bara þá að skjóta inn í sem ekki vinsælt. Sko, þegar þú ert búin að gera þetta við kallana, að láta þá verða allar svona tilfinningaríka og alveg með í þessu og þeir eru orðnir karlfeministar og þeir eru orðnir allir svona mjúkir og allt svoleiðis. Það ekkit allar konur sem fíla þetta. Þú veist, ég að segja... ekki langfæstar konur sem fíla þetta? Já, ég held einmitt bara, sko, að þetta sé í raun og ekki það sem að flesta konur fíla. Þannig að, þú veist, þetta mjög, sko, það ekki skrýtt þó að þessi vandamál með einhleypt fólk, sko, og einhverlega konur. Ég meina, þú veist,
ef að Gera kallar fá ekki kallana alla af aumingjum. já, ég meina ef kallar fá ekki að vera kallar og konur fá ekki að vera konur, þú veist, mér finnst þetta oft bara orðið mjög ruglað, sko. En karla geta náttúrulega orðið konur. Já, já, Eins og þú veist. þeir geta allavega gert ýmsa hluti til að líta út þessu konur og svona, en ég nú á því að það, þú skiptir ekki líffræðilegt kyn, þú getur skipt kyn að svona eiginlega öllu öðru leyti, en þú skiptir ekki líffræðilegt kyn. Nei, ég man sko, ég fekk Uglu Stefáníu sem að ég mér finnst gaman að tala við í podcast og það var á tímum COVID 2021 og þá ég þori nánast að fullera það, ég var eftir að hlusta á þetta aftur, en ef ég mér ekki mismuna, þá sagði hún á þeim tíma að þeir sem eru trans verða aldrei líffræðilega hitkynið. Nákvæmlega. Og það þótti mér bara eðlilega afstaða. Já, og það bara allir sammála því, eða sem þetta voru þá, allavega. Já, en núna finnst mér einhvern veginn þessu verið búið að snúa svolítið haus. Þar sem að einhvern veginn, það bara, nei, þetta bara ekkert minni konur heldur en aðrir. Og svo fyndið, til dæmis þegar maður, út af því við verðum að tala þversagnir á Vókið og einmitt þetta, transmálin hafa og goalpost goalpost shifting, já. Þetta hefur einmitt verið talað mikið í samhengi við Vókið, út af því að transmálin hafa einhvern veginn verið svona uppáhaldsbarefli margara til þess að berja fólk í hausinn með. Og þetta náttúrulega kemur inn á þessu stjórnun sem við tölum um það stjórna það sem þú vil að finna. Já, en það náttúrulega, þetta svona svo stór angi vegna þess að margar þessar hugmyndir að þær þola enga umræðu, enga skoðun og enga gagnrýni. Þess vegna verður þetta svo mikið eins og allar góðar hugmyndir. Já, þú veist, það bara þannig þegar það skoðað að þess vegna vill engin umræðu, eða þú veist, ég var til í umræðu en það mjög margir sem vilja enga umræðu, þú veist, þannig að þetta en þú veist, eins og talandi um þetta, mér langaði að segja því að stundu verið að spyrja mig, eins og Frosti spyrja mig út í kynjakvóta og eitthvað svona og mér finnst, ef ég ætti að setja kynjakvóta einhvers staðar, að þá vil ég setja kynjakvóta inn í skólan. Ég vil að við séum bara þá með 50-50 kalla og konur að kenna. Af því ég held sér ekki gott að vera bara, þú veist, með 88% konur að kenna. Þannig að, þú veist, við getum ekki alltaf að hafa kynjakvóta, en síðan ætlum við bara að hafa konur bara samt núna allstaðar, þú veist. Er þetta galin hugmynd? Mér finnst þetta bara kynjakvotar bara þvert yfir vera vond hugmynd, Ég vonaði með þessari 24% launahækkun að þá muni karlmenn koma. Ég vona líka, það sem að mér hefur alltaf þótt út að ég vil aðeins vera að fjalla þessi mál varðar skólana. Vókið hefur náttúrulega fullkomnlega á öllu leyti tekist að taka þar yfir og það til skammar að við séum með kerfi sem að virkar alls ekki, hefur sýnt fram á að það virki alls ekki, ekki að kenna fólki að lesa og ekki að kenna fólki að skrifa, það að segja börnunum. Og svo erum við með kerfi sem heitir Kveikjumneistan sem hefur virkað allstaðar þar sem því hefur verið beitt. Það þetta í Vestmannum? Já. Og hefur núna í Lindarskóla líka sem hafa komið frábærar tölur og við einhvern veginn erum bara með menntavísindasvið sem bara neitar að horfast í augu við raunveruleikann og núna þau líka komin í bobba út af því að menntavísindasvið hefur bara verið tekið út úr jöfnunni til þess að innleiða Kveikjumneistan og það núna komin starfshópur sem hafa settur af Guðmundi Inga, blessunarlega, það gott að hann sé komin hann inn þó svo að hann kunni ekki að lesa sjálfur ensku. Þú sem ensku fræðingurinn finnst þetta örugglega hvað var að segja, fyndið. En aftur á móti þá þetta mjög jákvætt skref út af því að það sem hefur náttúrulega gerst innan menntavísindasviðs og ég hef talað við fólk innan menntavísindasviðs að Vókið og þessi vinstri hugmyndafræði bara algjörlega búin að grafa sig svo djúpt niður í bara alla vefi þessa kerfis. Nákvæmlega. Og kannski, svo við endum kannski bara á því út af því að, eða nefnum viljir kommenta endilega þetta, en það náttúrulega með vísindin og akademíu. Já, það náttúrulega það sem að mér finnst líka sorglegast við þetta og eins þetta í skólanum. Mér finnst, þú
þetta svona, ég veit þér að sletta rosalega mikið hérna. Ég ger þetta mikið í daglegu lífi en ég svona reyni en ég veit bara því þú slettir þá má ég sletta, er það ekki? Já. Þetta svona rosalega mikið dumbing down á öllu, skilurðu, og mér finnst ég sjá þetta líka bara í allri blaða, eða nánast allir í blaða og fréttamennsku hérna. Allar fréttir eru rosalega stuttar, það eru rosalega auðlestnar, það eru rosalega lítið farið í báða hliðar, það er engin svona djúp greining á neinu. Mér finnst bara örfáir miðlar vera með það og ok, heimildin kannski gerir þetta, en þá er hún með svakalega slagsíð, alveg bara, og ég nenni alltaf að lesa það. Nei, ég sammála þessu ég finn þetta líka bara á sjálfum mér samt Hún nennir ekki að lesa langt. Já, allavega svona greinar Já. Maður einhvern veginn er alltaf að reyna næsta notification en ég nefndar að byrja bara að setja síman einhvers staðar annar staðar og ég annarkvort les blaðið eða bara bók og reyna að neyða mig í það að fara frá svo hryllilega tæki Já, mér finnst ég er áskrifandi rosalega mörgum erlendum miðlum og mér finnst bara munurinn á því hvernig verið að skrifa hlutina þar og hér er bara gríðalegur Já. Bara dýpri greiningar, miklu svona meira einhvern veginn intellectual heldur en það sem ég er að sjá hér. En auðvitað náttúrulega snýst þetta auðvitað fjölmiðla umhverfið, það náttúrulega er erfitt og ég er ekki að segja það. Nei, kannski bara getur ekki, það er bara kannski hægt. Nei, það er bara að breytast líka svakalega. Já. Þeir eru svolítið að berjast í bökkum sem að mér finnst rosalega slæmt eins og ég fjallaði hérna áður þegar ég nýti mér þeirra framlag rosalega mikið til þess að undirbúa mig fyrir þætti. Þannig að mér myndi þykja mjög slæmt ef einhver af þessum miðlum myndi koma til með að falla Já, en til dæmis sjá bara RÚV vefinn þar. Það eru fréttir af einhverju rosalega flóknu fyrirbæri. Segjum bara eitthvað með Austurlöndunum. Fréttin er, svona löng. Þetta er bara öll frétt. Þeir eru líka bara með 9 milljarðar Ég þarf að fara alltaf bara, ég þarf að fara inn á Twitter, ég þarf að fara inn á Free Press, ég þarf að fara inn á The Daily Telegraph, ég þarf að fara inn á Spectator, ég þarf að fara inn á alveg fullt af síðum til þess að bara ná atburðarásinni til að skilja betur, af því að þetta er bara á yfirborðinu og þetta er líka oft mjög hlutdrægt, En finnst þér ekkert pirrandi að þurfa einhvern veginn að vera alltaf inn í öllu? Mér finnst að ég var áran hálf bilaður með þetta. En ég mun náttúrulega þarf þess ekkert. Þetta er náttúrulega bara einhver árátta. Krakkandi mínu eru bara, mamma, getur þú bara please, þarftu endilega að vera inn í þessu máli líka, Þetta er bara ákveðið svona eitthvað, eitthvað sem maður er með. En með akademíuna, mér finnst það að vera svolítið grunn þáttur, þú talar einmitt hjá Frosta þessa gremjufræði, þar sem að við erum að byggja allar okkar hugmyndir á einhvern veginn öllu að þurfi að vera einhver hérna kynjaður vingill á það hvernig byggingaverktakar gera samninga og eitthvað svona algjört bara rugl. Já. En við einhvern veginn, sérstaklega akademían hefur verið alveg ótrúlega meðvirk þessu og grafmynda sjálfu sér og núna finnst mér akademían bæði hér á landi en sérstaklega úti. Já, sérstaklega úti. Verið beðið slíka hnekki að maður á einhvern veginn á erfitt með að sjá hvernig framhaldi verður Já, og ég líka og bókin náttúrulega grunnþátturinn í þessu. Já, og líka sem að maður er að sjá allavega svona, ég veit náttúrulega ekki hvernig háskólinn er hérna núna en maður er að sjá svona, álitsgjafana á RÚV og allt þetta og svona hvað er að koma frá þeim fyrir þessu fólki sem er að skrifa að þá, af því ég er alltaf að skrá mig í nýtt nám, ég hætti alltaf við, ég er búin að skrá mig bara allt mögulegt nám og bara nefndu eitthvað nám, annað en starffræði og eðlisfræði og ég er búin að skrá mig að nánast, en að ég mitt var að hugsa, ég skrá mig í nám núna í vor, svona eins og ég er búin að prófa nokkuð oft, en svo var ég bara, ég veit það ekki, það var þá eiginlega ekkit annað sem að mér fannst vera kannski ómengað af þessu, nema þó kannski lögfræði, geti verið frekar ómengað, ef ég væri ekki að fara í, verkfræði, starffræði, eðlisfræði, eitthvað svoleiðis, Já, líka bara kostnaðar ábatagreiningin, sérstaklega þegar maður tekur henni í reikningin vókið, að þá, þeim er sem svo félagsvísindasviði, og ég veit að það er fullt af fólki þar sem hefur stórkostlegar áhyggjur af því hvernig þetta er að verða. En fórnarkostnaðarinn aftur á móti af því að segja eitthvað við því er mikill líka og því að þá ert einhvern veginn búin að staksetja einhvern veginn til hliðar. Já, en verður fólk ekki bara bráðum að fara að standa upp? Verður ekki bara fólk sem að hefur áhyggjur að fara að geta sagt eitthvað? Ég meina, eina ástæðan fyrir að ég ákvað bara, já, ég ætla bara að gera þetta. Er til þess að fólk geti bara, að hljóta verið einhverju fleiri heldur en ég, þú og Frosti og einhverju
skrýtni kallar nei, sem að eru að hugsa þetta, sko. Já, og ég fæ skilaboð frá svona fólki og það eru alls konar. Please segja mér að sé einhverja konur vegna þess að ég er alveg vinkonur, en eina sem við gerst eftir þessa grein einhverju kallar senda mér skilaboð og ég er búin að fá fullt af vinaböðunum frá köllum og bara 2 konur hafa hrósað mig fyrir þetta. Já. En það samt líka, það ákveðin hræðsla og ég held að sé líka brota þessum svona kvennakúltúr sem að þú varst að koma inn á áðan sem að byggir á því einmitt að það gætir ákveðna hræðslu. Já, það er líklega það, sko. Því að sko það sem náttúrulega grunnþátturinn í þessu félagslegi kostnaðurinn. Já, og það er alveg frábært módel, hvernig búið að setja þetta upp. Þú veist, að ef þú segir eitthvað þá bara út með þig. Þetta eins og segi, þetta er algjörlega galið. En Jóhanna, við þurfum að fara að ljúka þessu. Ég ætlaði nú bara að vera hérna mikið lengur. Já, er það ekki? Þú mátt alltaf koma saman. Mér finnst þetta skemmtilegt hjá okkur. Ég bara vil koma aftur, sko. Er það ekki? Það er nóg að fjalla. Það er nóg að taka. Og svona eftir ég er búin að jafna mig eftir líflátsótanum. Við tökum þetta einhvern veginn aftur. Ég held að þetta það verður skemmtilegt að taka hús á þessu aftur, kannski með eitthvað þrengra. Við getum tekið bara eitthvað lítið. Ég var myndið að hugsa ef ég skrifa fleiri greinar sem ég ætla að gera, þá þarf ég að taka bara svona afmarkað. Ég bara taka bara þennan anga. Því að þú veist, allavega eins og ég upplifa þetta þegar þessu umræða var í gangi, að það var ekkert allir sem að skildu neitt í þessu og reyndar voru margir sem að lásu greinar sem skildu hana bara ekki. Þannig að ég þurfti að lesa hana 3 eða 4 sinnum en skildu hana síðan á endanum, þannig ég bara ég þarf aðeins að gera þetta léttara. Kannski. Eða þá aðri þurfa að rífa sig í gang eins og vorum að tala um áðan. Já, nákvæmlega. Það er einhver millivöður hana. En Jóhanna, ég hlakka til að lesa meira fleiri greinar eftir þig og bara þangað til næst. Já, takk. Æðislega fyrir að bjóða mér. Það var mjög gaman.